Góðan daginn og velkomin í þátt númer 122 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 1. nóvember 2021 og það er bara allt svona mjög hefðbundið sem að vera farið yfir í dag. Mig er að finna á Ravelli og Instagram sem Helga A71 og svo er ég með like síðu á Facebook sem er verkefnatöskur Helgu _sokkasnákar Helgu. Svo prófaði ég í gær að ganni mínu að stofna svona Ko-fi reikning þar sem að hægt er að kaupa kaffibolla handa mér og svona styrkja mig í þessu brasi því að ef ég ætla að halda áfram þá eiginlega er mér farið að langa til þess að vera með betri ljós og svona reyna að gera þetta aðeins betur en samt hafa þetta með hefðbundnu hætti og svo líka bara ágætt að reyna þar sem að ég er eiginlega alveg búin með sokkasnákana og töskurnar að þá er fínt að fá eitthvað annað til þess að safna í sarpinn fyrir meira gagni og svoleiðis, en þú veist, þetta er ekkert skilyrði að gera þetta, ég var bara hvött til þess að prófa þetta. Þannig að, og þetta kostar, þú veist, mikið neitt að stofna þennan reikning og þannig að, ég ákvað að láta bara slagstanda og set bara link hérna fyrir neðan, í slána fyrir neðan, þannig að sé bara hægt að fara beint inn á það. En nóg það. Í dag er bara allt þetta hefðbundna. Það eru klárverk, vinnslu, hvar á döfinni og hvað þetta í pokan og svo framvegis. Þannig að það er ekkert eftir neinu að bíða. Ég var að koma af fyrstu almennilegu æfingunni síðan að ég veiktist fyrir mánuði. Ég held að ég reyndi að fara hérna 2 eða 3 eitthvað tímann í miðjan mánuð en það var algjörlega bara, sló mig út af laginu. Þannig að enda svo kom að daginn að ég var komið bullandi sýkingu í kroppinn og þurfti að díla við það og nú er það búið og búin að fara á ásatíðum helgina í Borgarnesi sem var mjög gaman en úthaldi ekki meira en svo að ég var farin að sofa klukkan 11. En það var alltaf læg og rosalega fínt bara þetta og fyrsta ásatíðin okkar með nýju vinnunni hjá Helga eða sem hann er búin að vera hjá í núna rétt rúmt ár og þannig að það var bara rosalega gaman hitta nýtt fólk og svona en kannaðist nú við 2 manneskjur þannig að það var gott og þau sátu bæði á okkar borði fyrir tilviljun eða þannig. En það eru klárin. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur MKAL sjalið úr samprjóninu hjá Stephen West og þannig að ef þið viljið ekki sjá það full klárað þá bara lítið þið undan og ég segi ykkur þegar ég er búin að setja það niður. En ég var svo heppin að fá að prjóna það og er því löngu búin með það en búin að vera að lúra á því að því ég hef ekkert mátt sýna það. En þetta er sem sagt, ég er náttúrulega búin að vera að sýna það á Instagram eftir því sem að lausnirnar hafa fæðst. En þetta er dýriðinn og þetta gagn er bara eitthvað annað. Ég sagði ykkur frá því í síðustu viku. Það er frá Undercover Otter og er með jakk og silki í þannig að það er rosalega mikil hreyfing í því og jakkið er grátt. Þannig að litirnir eru ekkert æpandi en samt þeir alveg áberandi. Getið ímyndað ykkur ef þetta gráa veri ekki þá væri þetta alveg bara svakalega crazy litir. En þó þetta sé ekki kannski mín paletta þá finnst mér þessi litir alveg hrikalega fallegir.
Þannig og þetta var ótrúlega skemmtilegt. Ég lærði alveg ný triks í þessu og mér fannst ekkert eitthvað erfitt af því að vídeónum voru nú ekki komin þegar ég var að gera þetta. En þessi vídeó sem hann er að gefa út með uppskriftinni til þess að hjálpa fólki, þau gera bara þetta verkefni easy peasy. Ég ákvaða því það voru svo margir í pröfuprjónu sem ætlaði að gera bríósið, að ég ákvaða þá að gera hinn möguleikann. Af því það ekki allir þar að gera það. Mér finnst rosalega gaman að gera bríós, en ég ákvaða að sleppa í þetta sinn og ef ég geri aftur þetta sjálf, þá ger ég bara bríósið þar. Þannig að, en þetta er alveg, mér er svo heitt að ég get ekkert verið með þetta. Þannig að ég ætla að fjarlægja þetta rétt bráðum, leyfa ykkur að sjá hérna. Eina dýfu enn og nú er það horfið og verður ekkert sýnt meir. ekki almennilega fyrir seinna. Ég nefndi ekki að sjæna mig að því ég er að fara í nudd eftir smá stund, þannig að það tók ég ekki. En svo er annað, ég sýndi ykkur hérna í síðustu viku afmælisgjöfina hennar Valdísar sem er svona prjónabrók og peysa við og svo var ágangur á gatninu og ég skellti í bara svona hárband, bullaði það bara perluprjón og heklaði svo blóm til þess að nýta gatnið. Þannig að hún verður eins og svo morgun, ákvað að byrja að labba helgina almennilega. Þannig að hún verður algjört raskat í þessu. Og hérna, já, þannig að þá get ég bara farið með pakkan í kvöld heim til hennar. Og hún er að fara að byrja í pössun hjá mér á miðvikudaginn. Nú, svo er eitt stórt klár, eins og ég segi, ég er búin að vera veik meira og minna allan þennan mánuð með leikskólapest. Eða fékk þetta kvef sem er að ganga og ég fékk aldrei neitt hita eða neitt, en ég svitnaði svo mikið og ég er með svo lélega nýrna og blöðru starfsemi út af lömun sem ég fékk 2008 í blöðruna að ég á mjög auðvelt með að fá sýkingar upp í nýru og það endaði þannig núna því ég bara hafði ekki undan að drekka þó ég var ekki með hita, þá svitnaði ég svo rosalega að kerfið bara fékk ekki nóg, þannig að það endaði bara þannig en það er búið núna og meðan maður var svona þurfti bara að sitja á raskatinu og gera ekki neitt, þá var bara tekið kast og klára þetta teppi sem ég er búin að vera að byrja að hekla einhverjar örfáar dúllur í, endaði með 70 dúllur, engin eins, þetta er allt svona þetta er bara ágangur úr verkefnum og líka bara 10 og 20 gramma dúllur sem að ég sá ekkert fram á að nota í annað. Þannig að það eru 10 reitir á lengdina og 7 á breiddina. Og svo strekkti ég bara raskatið úr þessu alveg. Þannig að þetta bara orðið stórt og fínt teppi. Ég heklaði utanum alla dúllurnar með bláu og heklaði svo saman með bláu. Fór svo eina umferð af fastapinnum í kring og svo gerði ég hérna svona til að brjóta aðeins upp með bleiku og svo aftur með fastapinnum lágt. Þannig að þetta er bara svona geggja kósí teppi. Veitir ekki af þegar það er bara 1 gráða á mælinum hann úti. Og mér sé heitt núna. En þetta er, já, ég er bara mjög ánægð með þetta. Gott að vera búin að klára þetta. Eins og ég segi, ég er voða mikið ennþá í klárstuði sem er gott. Þó ég sé að búa til ný verkefni inn á milli, þá er ég samt svolítið með fókusinn á þessum stærri teppum og já, gömlu verkefnum. Þannig að þá held ég að
Jú, svo eitt klár sem ég bara með mynd af, en það Cable Trellis sem að koma í Hypernyttalán 2 bókinni hjá Stephen West í dag. Og ég ætla að setja mynd af sjálfnu og rosalega flottu módeli sem að sýna það í bókinni. Og þetta sem sagt sjalið sem að ég var að nota í fyrsta skipti Spincycle jarn á og kolféll fyrir því og búin að vera að safna því dálítið síðan. Og þetta var ótrúlega skemmtilegt og svona ávanabindandi sjal að prjóna, mjög þægilegt, lúkkar flókið en það bara alls ekkert frekar en aðrar uppskriftir frá honum. Og þannig að það er að koma út í dag og ég mæli eindregið með allavega þeirri uppskrift og ég var að horfa á hjá honum á Instagram þar sem hann fletti gegnum bókina, svona reels, og það er margt mjög spennandi í þessari bók. Svo ég var bara búin að steingleyma að ég hafði gert það sjálf því það var svo langt síðan og já, en það er hægt að tikka það út og ég er alveg sannfærð um að ég gleyma að sýna ykkur stundum hvað ég hef verið að gera ef að líða margir mánuðir á milli frá því að ég geri sýnishorn eða pröfuprjón og svo þangað til að gefa það út. Ég man stundum bara ekkert eftir hvað ég var að gera. Og en þetta var, ég man það að ég var alveg bara, þú veist, ég var að nota Westwool og Spincycle og þetta bara, þetta kombo bara geðveikt, sko. Þannig að já, ég get alveg heilsuga mælt með því. Verk í vinnslu, það ég á loka metrunum með húfu á Valdísi. Þetta er ekki Valdís, þetta bara, þetta verður svolítið stór húfa, þannig að ég notaði uppgefgarn en bætti við móherri en breytti ekkert prjónastærð og ég að gera þetta mía litla í húfa nú frá ömmu Loppu og já, þannig að þetta ívið stærra heldur en fyrir uppgefin aldur en það alltaf lagi að því að ég að prjóna stærðina minna heldur en ég hefði gert. Ég ætti að þvona, ég sé að ég eitthvað með stressu yfir þáttarglápunni í gær en og ég ætla að gera ég ætla að máta þessa, sjá hvernig það á henni og svo hugsa ég geri 2 viðbót sé til með móherið í hinum. Ég hugsa ég noti súri í eina húfuna með svona rosalega fíngerðu ráma garni. Baby Panda. Þannig að það verður flott að nota súri alpakka með því til þess að fá réttan grófleika. Og þetta bara mjög þægileg og einföld uppskrift og ástæðan fyrir að ég ekki búin með hana að ég að gera bánsa eyrun sem að koma upp á sig ykkur megin. Ég var að rembast að reyna að klára þetta í gær en maður bara, þú veist, ef maður sefur á hóteli og sefur maður ekkert eins vel. Þannig að það var að fara snemma í háttinn í gær. En þetta annars Lerke frá Dala og Drops Kid Silk Unicolor litur númer 04 móherið og litur 8123 af bleika og þá kemur svona, hann verður aðeins bleikara því að móherið svolítið bleikara og svo fluffið. Þannig að þetta voru sætt. Ég ætla að sjá hvernig þetta mátast á dömuna áður en ég fytti upp á næsta. Og ég svo sem get alveg fyttið upp á næsta. Það er ekki eins og sé hörgull á barnabörnum og hausum til þess að ganga með húðunar. Það er ekki það. En ég sé til hvað henni í dag. Síðan skellti ég slatta af sokkum upp á. Ég hélt þetta væri allt
snákar sem ég var að gera en fattaði svo þegar að þetta ekki bara jóla en meiri hlutin þannig að ég kom með hérna þetta til dæmis ekki jóla. Hérna vantar bara prjón á þennan jólasokk. Þeir eru allir uppteknir í þessu. Þannig að hér eru komin 1, 2, 3, 4, 5. Já, 5 pör af jóla og svo á ég hérna í svona shorty socks af jóla líka. Geri það þá til þess að gefa ykkur með öðrum mögulega. Og svo hérna líka shorty socks úr sama og þessi sem ekki jóla og hérna notaði ég vélina til þess að búa til svona stroff. Þannig að ég þarf bara að gera hæl og tá á þetta par. Þannig að það komi hérna í töskuna góðum. Fínt að grípa í þetta. Og umbúðnar af öllum 2,25 mm prjónunum sem ég nota þetta. Já, og talandi það, ég var að nota 3 mm prjóna í meiri hlutan af húfunni. Hérna framan á 2,5 og þessar lykkjur sem eru teknar upp hér og bandið og þetta hérna, það alltaf 2,5. Já, ekki. Og ég á teppinu sem ég kláraði, þá var ég alltaf með 3,5 mm. Síðan hef ég aðeins gripið í monsterið. Og það svo þungt að það alveg. Og það náttúrulega tvöfalt í því garnið. Það annars vegar bara hvítfabel og svo afgangar úr verkefnum. Og ég ekkert að grína. Þetta alveg bara, þú veist, þetta stækkar samt hægt. En hvar ég var með já, hérna. Já, ég nú búin að gera svolítið síðan ég sýndi ykkur síðast. Svo ég ætla að brjóta aðeins saman af því að þetta verður geggjað sko, því að nú ég komið þyngingasæng og veit hvað það gerir mér sko. Það verður ekkert verra að vera með mjög þungt rúmteppi sem maður getur fleygt ofan á sig líka ef þarf. Hérna sem sagt nælan. Hér. Og ég búin að gera hingað upp síðan þá. En þetta bara tekur tíma sem þetta þarf að taka. Þetta orðin rúmlega hálf ég. Og við þurfum að, já, ábygglega eftir að gera rúmlega helmingi viðbót af því ég vil láta síga svolítið fram af rúminu. Þannig að þetta allt að gerast, smám saman. Og það nóg til af afgöngum í það, full karfa af bara afgöngum af hinum af þessum verkefnum og allt það. Og það já, 4,5 mm heklunál í því. Nú á döfinni, ég fór að fylgja á Instagram prjónahönnuði þar sem að hannar undir nafninu Popknit Rocking Knitwear Design og hún var með svona eitthvað tilboð 2 fyrir 1 og ég fekk mér hérna Twist and Shout peysu og Riptide blouse og
þessi með stuttermónum, hún prjóna á 3 og 4 millimetra prjóna og það Merino fingering gefið upp á hana, 400 metra í 100 grömmunum cirka. Og svo einn þráður af silki mohair, til dæmis frá Tilja. Já, það í Tilja eru 210 metrar í 25 grömmunum. Þannig að það bara, já, þetta eitthvað sem ég langar til þess að gera. Og í hina síðarma þá féll ég svolítið fyrir köðlunum í henni og hún prjónuð á 2,5 og 3,5 millimetra og það notað silk mohair frá Sabina Siesto eða Tilja by Filio Colana eða Angel by Firmin og einhvern veginn held ég mér finnst eins og að ég sé það ekki fljótu bragði en mér finnst eins og þetta sé haldið kannski þetta bara haldið einfalt. Það getur vel verið, ég var að skoða aðra uppskrift, þar var þrefalt en það sennilega bara einfalt í þessari. Ég gáði að sjá þetta hérna í fljótu bragði en nei, þetta sennilega bara einfalt en það alltaf. Mér langaði allavega að kynnast þessum hönnuði. Prófa það. Alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt. Og í pokan þá náttúrulega eins og allir eða margir og spenntir að fá þessa í hendurnar og ég fékk með þessa. Ég náttúrulega ekki prjónað úr lopunum frá Ístex lengur en það alltaf hægt að finna eitthvað annað til þess að nota í staðinn og það fullt af ótrúlega fallegum flíkum í þessari bók og mér finnst þessi framan á algjört æði, svona gróf en þú veist það fullt af öðrum. Mér finnst þessi líka hérna kúl, mjög skemmtileg. Þannig að já, þetta bara gaman að eiga svona vandaða útgáfu. Þetta náttúrulega bara þessi hefðbundna uppskriftabók inni en með svona harðspjalda bókakápu utan sig. Síðan var hún Kristín í Vatnsnes að gefa út nýjan jólalit sem heitir Jólaálfur. Og ég fekk mér eitt svoleiðis, bara það var hægt að fá hann með Stellina, bæði gull og silfur minni mig. En ég fekk mér bara hefðbundin, 75% merino ull og 25% nælon. Og það fylgja svo 2 aukalitir með sem að tóna þá vel við litina í sokknum. Síðan langaði mig ógeðslega í jólalitin frá dóttir Dyeworks Yuletide og ég var í Borgarnesi helgina og þar meðal annars gadd frá dóttir Dyeworks og Hex og þar fann ég Yuletide. Svo ég og hann líka. Og hann sko með silver Stellina sem að sést vel, allavega, já. Þeir svo gjör ólíkir. Annar mjög dökkur og hinn svona ljós, en báðir jóla. Þannig að ég kom með þá 3 hespur af nýjum jóla sem að ég bara var að prjóna með eigin höndum. Ég sýndi ykkur þennan síðast. Þannig að það þá komið í verður ekkert tímann fitja upp á þessu.
Herði, ég gleymd að sýna ykkur eitt verk í vinnslu sem er nú aðeins komin pínu mynd á. En það eru vinkonurnar í Naughty Nitwits sem er podcast á YouTube, frekar fyndnar vinkonur. Önnur þeirra er dóttirin svolítið í hekleri og hún langaði að finna eitthvað uppskrift þar sem hún geti æft sig á alls konar munstrum og fann það. Ég var búin að tala um þetta við ykkur daginn og ég ákvað að abba eftir henni og er búin að gera nokkrar umferðir og þetta er bara svona alls konar heklumunstur og svo leiðis og maður skiptir mjög oft lit og maður á alltaf að gera þetta frá maður byrjar alltaf sömu megin, en ég er búin að vera að fara fram og tilbaka. En svo ætla ég, eins og núna er að koma, það er að koma svona munstur sem þarf eiginlega að vera á réttu hliðinni. Þannig að eftirleiðis þá hef ég það í huga, en þar sem ég þarf ekki að pæla í því, þá ger ég bara fram og tilbaka. Og af því að eins og þetta hér stjörnumunstur, það sést að það er bakhlið á því, en það sést ekkert endilega á öllu öðru. Og þetta er líka frábær leið til þess að nýta upp afganga. Hún segir að mér er að vera duglegur að ganga frá endunum, en ég bara er alls ekki duglegur það og mögulega bara mun ég hnýta þá og búa bara, að verða svona bara lengur styttið, geta kannski aðeins jafnara. Og svo náttúrulega ég er heklið bara þess eðlis að það er misjafnt, bara eins og í prjónu, það var bara vindurinn. Maður sér að það er meira bylgjótt hérna að neðan en að ofan. Ég reyni að vera svolítið meðvituð það, en svo þegar maður þvær það og getur strekt það, þá opnast náttúrulega allt upp og passa betur saman. Og hér er bara full taska af alls konar fingering grófleika af gatni. Þannig að þetta er ég líka að snuddast í og er að nota 3,5 mm hekluna sem ætti nú að vera hér, en er það ekki. Þannig að ég vona að það sé 3,5. Svo er þetta aftur á móti, þetta er hnykillinn sem var til úr afgangunum af hinnu kláraða heklaða teppinu. Ég batt alltaf afganginn jafnóðum með svona magic hnút og vatt upp á. Ég ætti að setja hérna þetta við. Þannig að þetta gæti alveg farið í hitt stóra þunga heklaða teppi ef að þarf. Já, hérna er heklun alveg hjúk. Já, er þetta ekki 3,5? Hvar er? Jú, 4,5. Þannig og þetta teppi ég kem bara hérna inn og skelli hljóðbókin í gang og horfi á hvað ég á að gera næst á spjaldtölunni og fer nokkrar umferðir hérna og því ég einhvern veginn nenni ekki að vera mér finnst ágætt að fara hérna stundum inn og hafa eitthvað sem ég bara geng að vísu til þess að vinna í. Svo var þetta herbyggi, það fær svona alltaf að taka að sér mublur sem að þarf ekki lengur á að halda frammi í íbúðinni og Helgi var að fá svona lokaðan fataskáp. Mér leiddist alltaf svo þegar maður gengur inn í íbúðina þá blasir hans herbyggi við og hann var með þessa hillu og í henni var bara veiðdóti okkar, spúna, töskurnar og allt þetta og þetta var svo druslulegt að ég keypti fataskáp, þannig að þetta er bara allt núna lokað inn í skáp og blasir ekkert við og hann blasir líka minna við af því að fataskápurinn er lengra fram, þannig að þegar hann er að vinna þá er svona meira prívat fyrir hann að vera þar inni þannig að það þurfa að loka endilega. Þannig að þessi bættist við, það er önnur eins þarna fyrir aftan, þannig að ég tróði þarna inn í hornið og svo er þetta dúkkuhúsið sem að barnabörnin leika með og það fær þá bara að sitja þarna upp á því ég nenni ekki að vera með það frammi þegar
Þessi minnstu eru, af því það er mikið af svona smádóti í þessu sem er rosa gaman að smakka. Þannig að þetta, já, en það kemst ekkert annað húsgagn en þá þarf ég að fara eitthvað að endurskoða þetta ef á reyna að tróða ykkur meiri hendin. Svo er annað, með að fara að dauðlanga að byrja að spinna aftur. Það er einhvern veginn svona, kemur alltaf með haustinu, svona, gera eitthvað svona róandi og öðruvísi. En ég ætla bara að leyfa mér samt að fljóta svolítið á þessari löngun til þess að vera að klára verkefni. Og ekki vera að fitja upp á 1.000.000 og svo þeir eru mér yfir mig, en svo get ég alveg tekið þannig. Ég held samt að ég sé líka svona meðvitað að undirbúa mig fyrir veturina því að litla skottan verður hjá mér hérna 4 daga vikunar oftast. Og þá náttúrulega eðlilega verður minni tími til þess að vesenast og það verður þá bara tíminn þegar hún er sofandi sem að ég hef úr að móða yfir daginn og það er bara fínt og þá nenni ég ekkert að vera með of mikið svo þetta verður ekki yfirþyrmandi og mér finnst ég ekkert komast áfram og svo leis. En svo veit ég ekki, þá er bara eftir að reyna á það þegar við erum komnar í rútínu hvort ég nái að halda út að vera með þetta og 2 vikna fresti eða hvort að það breytist eitthvað. Ekkert víst að gera það, en ég gef mér leyfi til þess að þurfi ekki að vera, alltaf ekki að vera með einhverju pressu á mig. Ég vil hafa þá eitthvað til þess að sýna ykkur allavega og ef það gerist ekki þá er ég ekki að setjast niður fast á 2 vikna fresti til þess að sýna ykkur ekki neitt. En svona er þetta núna, það er bara korter í jól, það er komið 1. nóvember, ótrúlegt. Og þannig að ég get ímyndað mér að þessi farin að huga að jólaprjóni, ekki ég. Já. Svo annað, ég sá að Linda Hippi Barmanett, vinkona mín, hún ætlar að vera með sokka samprjón og það bara endilega kíkja á hana. Það felst því að nota sama gatt og þau notuðu í sjalaprjóni, til dæmis eins og í M-kallinu sem var að ljúka hjá Steven, að nota það gatt til þess að gera sokka í stíl við sjalið og að gera nota eitthvað nýju eða eins og fyrir mig að nota þessa nýju aðferðir til þess að búa til flottar lykkjur í sokkana. Þannig að ég mögulega bara skelli mér í það. Það var nú svolítið gaman að eiga eina sokka með silki blöndu í og jakki. Ég þarf að losa þá nál til þess að koma því að. Eða bara fara upp í 2,5, það má líka. En allavega þangað til næst þá bara óska ykkur góðra og gleðilegar handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.